Góð. Rautt núna, það kom inn. Hvaðan? Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og bæjarreitar sem hér eru í sal og bæjarskrifstofan Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 244. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Biðst afsökunar á því að við byrjum aðeins seint. Það kom til vegna fleiri funda hér á bæjarskrifstofan með tengslum við sameiningu sveitarfélaga, þannig að við urðum fyrir því að þetta dróst aðeins að geta hafið hér bæjarstjórnarfund. Hér á dagskrá í dag eru fundargerð bæjarráðs nr. 563, fundargerð eignaskipunar og umhverfisnefndar nr. 202, barnaverndarnefndar nr. 83 og síðan fundargerð stjórnar til undirbúnings sameiningar sveitarfélaga. Sem sagt, sú stjórn sem tók við eftir að samstarfsnefnd sem var að störfum í tengslum við undirbúningssameiningar og kynningu. Hún lauk störfum þegar sameining var samþykkt og þessi stjórn tók við og við erum hér með fundargerð 2 til staðfestingar. Síðan eru hér almenn mál, það er annars vegar Búlandsborg stofnunir að lóðar og Ormsstaði stofnunir að lóðar. Þetta er í framhaldi af samþykkt bæjarstjórnar daginn og samþykkt eignaskipunar og umhverfisnefndar. Fjárhagsáætlun 2018 viðauki 2 og stjórnkerfisnefnd greinargerð og tillaga bæjarráðs sem mest hefur verið trúnaðarmál er hér komið til afgreiðslu sem er frá stjórnkerfisnefnd. Þannig að þetta eru þau mál, það er svona kannski með færra móti en kannski skýrist það því að þetta var hér bæjarstjórnarfundur í síðustu viku. Það er aðeins færust til á þessum árstíma þegar að 50 dagar eru frídagar. En nú erum við hér í fyrri fundi maímánaðar. Síðari fundur verður haldinn 17. ef maður rétt, sem er þá að öllum líkindum síðasti fundur þessara bæjarstjórnar formlegi, nema eitthvað annað verið til. En þá byrjum við hér á fyrsta lið sem fundargerð bæjarráðs 563 og leiði ég opna umræður hana og skal eftir að fá að taka til máls og fara yfir nokkra liði. Það er alltaf fyrst eins og með þekkja frá fyrir umræðu hér, það var rætt til síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem samþykktin var fyrir. Þarna er viðauki sem hér verið til umræðu eftir sem tengist náttúrulega kaupum á hesthúsinu að Símonartúni á Eskifirði. Stjórnum undirbúningu sameiningu sveitarfélaga þarf að taka svona fyrir þegar þetta er utan fjárhagsáætlunar. Hún samþykkti þetta á fundi sínum áðan. Það gerði engar athugasemdir við þetta. Síðan er hér kannski, og við höfum svona áður og tókum hér til umræðu síðast, bara hnykkja því, það er svona sem drög að laga sem breyting og ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi liður 4. Við höfum bindum að það áður, þannig tókum við líka til umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er ljóst að það verður eitthvað að vinna þessi mál saman, frumvarp haf- og strandsvæði sem líka liggur fyrir þinginu og við höfum farið fórum hér síðast og hérna það er aðtöð sem við gerum, en það þarf nú eitthvað að líka láta þetta tala saman þessi frumvörp, því að það er svona, þegar maður skoða, það er ákveðin svona, ekki segja núningur á milli þeirra, eða semst þau eru ekki stefni sem átt. Síðan nú hér ýmis mál sem voru hér til umsagnar, en kannski sérstaklega kom inn á 3 mál. Það er hér fyrst liður 18 sem er bréf frá Fylki EHF framkvæmdi við skóla við 9812, eins og þið þekki sem grunnarnir á Fáskrúðsfirði sem hafa búin að standa þar alveg svo árum skiptir og hefa við hér til umræðu og umfjöllunar. Við leystum þessa grunna til okkar, vorum auglýst þá til sölu eða bara til umræða fyrir þá sem myndi það fara að byggja þetta húsnæði. Bæði mikill skortur, það er þörf á Fáskrúðsfirði, það er skortur á húsnæði og svo náttúrulega var þetta bara bæði orðin slysagildra. Það var nú svona fyrstu kröfur sem við gerðum til fólks og við vorum búin að koma því líka með þegar eftir að við eignumst að sveitarfélagið að gera það á verkum þannig að þetta myndi ekki verða hætta af. Þetta hefur verið skemmtilegt sár í umhverfi Fáskrúðsfjarðar að horfa upp á þessa grunna. Þess vorum afar ánægð þegar Fylkir EHF sótti eftir þeim og hóf þennan undirbúning. Hann hefur staðið mjög lengi og við höfum átt reglum samskiptum við þá. Það hefur svona ýmislegt verið í veginum, þeir hafa sem aldrei dulið það hefur ýmislegt verið í veginum. Þeir hafa verið í öðrum framkvæmdum, þeir hafa verið að teikna
ná utanum hérna einingar og fleira en núna voru þeir hér á ferðinni og við vorum orðin reglulega held ég bæði nefndafólki eignarskipur umhverfisnefnd og bæjarráðs fólk og bæjarfulltrúar svona verulega ágiftlegt að væri ekki að fara en þeir voru hér á ferðinni í síðustu viku og rituðu svo bréf í framhald af því. Þeir hafa ráðið núna þessu byggingastjóra og verktaka sem þeir voru að kynna eða segja frá hverju væru. Þeir hafa fjárfest núna töluvert í þessu 15 milljónir segja þeir. Allar teikningar frá gengnar, það búið að taka afstöðu til þess hvernig milliveggjum og hérna hvaða efni verður notað til uppbyggingar. Þannig að þeir segja út frá þeirri fjárfestingu sem þeir nú þegar búin að leggja til verksins þá sé engin bilbugur á þeim að ljúka sér ekki, þeim finnst leitt hvað þau dreigist, þeir draga engan dul á það að það dreigist óháflega lengi en þeir ætli sér í þessa framkvæmdir og þetta hús hefur verið í síðhaust og já, það hefur verið klárt utan í haust á haustmánuðum. Þannig að ég held að við vorum all ánægð með þetta í bæjarráði að sjá þetta, það var engin bilbur á þeim, við vorum hræddum að þeir vera hugsanlega, þetta væri bara myndi ekki verða neitt úr þessu og það getur ekki gengið. Þannig að þetta bara ánægilegt og það var gott að fá þessa umsögn og það að það sé búið að ganga frá teikningum, verktökum og byggingarstjóra. Síðan hérna sliðu 19 sem ég nú kannski mál sem hægt að segja að við verðum fyrir afar miklum vonbrigðum með þegar kynnt var áætlun heilbrigðisráðherra í síðustu viku, var ekki síðasta þriðjudag sem sagt byggingu hjúkrunarrýma, ný hjúkrunarrými og líka hjúkrunarrými til breytinga. Það var bæði ríkisvaldið ákvað að setja ný hjúkrunarrými og líka útluta ákveðnum fjölda eininga eða hvað ég má segja, það sem hægt að bæta úr eða breyta þeirra aðstöðu sem fyrir gömul þá og svarar ekki kalli tímans. Nú hefur þessi bæjarstjórn og síðasta bæjarstjórn allan skeið annars vegar unnið farið mjög yfir það að þegar að byggingu Hulduhlíðar lauk að það væri mjög brýnt að Uppsalir kæmust í endurgerð en ekki síður að það er byggt hjúkrunarheimili á Norðfirði til að leysa af þann gang sem nú er á eða semst á umdæmissjúkrahúsinu, hjúkrunargangin sem engan veginn náttúrulega svara ekki segja bara því kalli tíma sem nú er í aðbúnaði fólk sem er í hjúkrunarrýmum. 2 manna lítil herbergi og svo framvegis. Þannig að við höfum farið og það hér hafa bæjarfulltrúar tjáð sig gegnum tíðin og við höfum rætt við 3 heilbrigðisráðherra þetta mál. Skulum þetta viðurkenna þegar það verður örari skipti áttum von á en bæði náttúrulega þeir 2 sem undan nú hafa verið og svo jafnframt þegar að núverandi heilbrigðisráðherra tók við þá var bæjarráð áfram með það að þessu er haldið áfram vegna sem við töldum að þráttir að skipti yrði á ráðherrum þá var að vera að vinna þessar áætlun innan ráðansins, það var þess ákala mikil segja það kom manni bæða óvart og olli miklum vonbrigðum að sjá að við vorum ekki skilgreint í þessum skilgreindarrýmum einstað minnst á neitt slíkt væri að fara hér á Austurland sem er náttúrulega algjörlega ólíðandi með þann tíma og feril sem búið hér í máli síðustu 3-4 ár. Þannig að en á móti kemur að við verðum að þess áskynja að í þessum áætlunum væri óútlutur rými sem ekki væri bundin einhverjum ákveðnum hangandum menn heyrðu bara eins og borgarstjórinn í Reykjavík tala hans að ég get tekið þau öll, ég hef fulla þörf sem ég dreg ekki svona í efa að Reykjavíkurborg hafi þörf fyrir öll. Þannig að við ákvaðum og teljum og því hefur verið komið á framfæri við ráðherra núna með svo formlegum hætti við áttum fundi í Reykjavík á föstudaginn með þeim sem til náðust, ekki segja þeim ráðherra ríkisstjórnarinnar að við hljótum að vera inn í þessari tölu bæði með þá uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis sem var fyrir inn í þessum 33 óútlutuðu rýmum og eins þeim rýmum sem þarna eru óútlutuðu sem snúa að breytingum með Uppsali. Ég bara trú ekki öðrun að það sé eftir það að gengi allir þessa leið í ráðundinu að það hljóti að vera og við viljum bara ítrekka það að árétta að við teldum það rétt og til þess að bregðast því ástandi sem var uppi núna. Þannig að nú þurfum við svo að fylgja þessu eftir, þetta er komið með formlegum hætti, hefur sendið að framt á þingmenn kjördæmisins og jafnframt ráðherra, þannig að nú þurfum við að fylgja þessu eftir að það sé skilningur á. Þá er það liður 20
Það sömuleiðis að við töldum ástæðu til að fagna þessu 4 milljarða aukaframlagi ríkisstjórnarinnar sem var kynnt á föstudaginn til viðhaldsvega á landinu. Þetta viðbótað það fé sem var áætlað núna upp á 3,5 milljarð, ekki 7,5 þá, til viðhaldsvega sem var afar ánægt og við þurfum ekki að fjöluna það að það full not fyrir það því að vegakerfið náttúrulega mjög víða ástæð þess mjög illa statt. Þetta ekki til nýframkvæmda en þannig að við ekki erum að ræða að hefja þá einhverja metnaðarfullar verkefni annars staðar heldur að fara í þetta viðhald og við teljum að það sé einsýnt að þarna sé Suðurfjarðarvegur inni. Við hittum áttum samtali, ég átti samtali við vegamálastjóra á föstudaginn jafnframt þetta og ítrekað þetta bæjarráð myndi bóka þetta með þessum hætti og teldum það eftir samskipti margra á skeiðu vegagerðina að ástand Suðurfjarðarvegar var með þeim hætti að það hlýtur að þurfa að bregðast við þó svo að vera gett að taka Suðurfjarðarveg í heild sinni í þessu framlagi þar sem ég held að heildarverk það var eitthvað mat til á því hjá vegagerðum 2 milljarða sem Suðurfjarðarvegur lagfæring kannski í heild sinni þá sé þarna vel hægt að byrja á þeim köflum sem hvað erfiðastir eru og hættulegastir. Suðurfjarðarvegur gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki ekki bara sem þjóðvegur 1 heldur líka bara sem sá vegur sem tengir saman hverfið þessu sveitarfélags og gerir okkur íbúum okkar nauðsynlegu til að sækja vinnu og þjónustu. Þannig að við getum sagt að sé þjóðvegur í þéttbýli, sé ekki bara þjóðvegur 1, sé þjóðvegur í þéttbýli sem eykur ennþá meira á þörfuna fyrir viðgerða þannig að ég vona að þetta verði til þess að þetta komist inn í þetta væntanlega viðgerðarfé sem þarna Þetta var nú svona það sem ég vildi helst vekja athygli á hjá bæjarráði. Ég ekki verið formanns bæjarráðs en Eydís Ásbjörnsdóttir sem var ekki að svöld og Páll Björgvin. Forseti bæjarstjóri ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma hérna inn á einnig 3 leiði í fundargerð 563 og það leiður 119 og fylgja einnig eftir þessar sameiginlegu bókun bæjarráðs að ítreka þá ósk okkar að við fáum úthlutað hluta af þessum hjúkrunarrýmum sem á eftir að ráðstafa og það til nýs hjúkrunarheimilis í Neskaupstað og til hjúkrunarheimilis Uppsala á Fáskrúðsfirði. En þar hefur, eins og við höfum áður rætt hérna, að það hefur áður verið óskað eftir því að fá hluta dvalarrými þar breytt í hjúkrunarrými. Og við það bara mjög brýnt upp á að bara reksturinn fara að ganga betur. Málefni hjúkrunarheimilina eru oft óljós þar sem stór hluti á rekstri þeirra tilheyrir ríkinu á móti sveitarfélaginu. Ég myndi vilja óska eftir því að þessi bæjarstjóri myndi rifja aðeins upp fyrir okkur þar sem að hann hefur verið í tíðum samskipti við ráðherra, heilbrigðisráðherra undanfari, bæði meðal hjúkrunarrýmanna og bara almennt rekstur hjúkrunarheimilina. Liður 120 viðhald Suðurfjarðarvegur, ég tekin undir með forseta, að gríðarlega mikið öryggis mál að farið verði í sem allra fyrst í uppbyggingu og viðhald á Suðurfjarðarvegi. En það hefur þegar verið komið fram í úttekt að þessi vegur talinn með einna hættulegustu vegur landsins. Og ég komin inn upp, vil ég líka með þetta liður 118, það bara mjög ánægilegt að þessi loksins fari í framkvæmdir við skólaveg 98 til 112 á Fáskrúðsfirði. Mál sem hefur dregist allt of lengi. Þakka fyrir Eydís. Páll Björgvin bumorðið, gjörðu svo vel Páll. Forseti, bæjarfulltrúar, ég bregst við þessari fyrirspurn þá langar mig að koma inn á lið númer að ég held 113 í fundargerð bæjarráðs 563 en það þessi fræga umræðefni um skipulag haf- og strandsvæða. Þetta allt gert á miklu hraða hjá Alþingi. Við höfum til morgundags til að skila umsögn
og við vorum ekki komið með negin gögn í hendurnar í bæjarráðinu á mánudaginn var. Umsögn sambandsins barst í gærkvöldi og hún var sett í fundargátt bæjarfulltrúa í morgun strax, ásamt því að ég setti upp tillögu að umsögn Fjarðabyggðar sem er algjörlega bara samsvarandi fyrir umsögnum bæjarstjórnar hér, og ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa hana bara upp. Umsögn Fjarðabyggðar frumvarp til laga skipulag haf- og strandsvæða 425. mál. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar vísar til fyrri umsagna til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, samanber umsögn sveitarfélagsins frá 23. júní 2017, 15. desember 2016 og bréf framkvæmdastjóra 12 sveitarfélaga á Austfjörðum og Vestfjörðum dagsett 27. apríl 2017 vegna fyrir frumvarpa sem flutt hafa verið Alþingi skipulag haf- og strandsvæða. Ekki hafa orðið þær breytingar með nýju frumvarpi sem nú liggur fyrir að það breyti þeirri grundvallarafstöðu sveitarfélagsins að forræði sveitarfélaga í skipulagi strandsvæði innan einna sjómílu frá landgrunni verði tryggt. Tekið undir umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga vegna frumvarpsins að öðru leyti en því að sveitarfélagi Fjarðabyggð telur að ekki sé gengið nægilega langt í umsögninni varðandi skipulagsskyldu sveitarfélaga á strandsvæði. Óskað eftir fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til þess að fylgja umsögnum frumvarpið eftir, til að fá að dreifa þessu bara hér til ykkar og ganga. Fyrir umsagnir eru hér í bunkanum og umsögn sambands sveitarfélaga á netinu í gögnum bæjarfulltrúa. Eydís spurði mig hér aðeins þessi samskipti við ráðherrann og lét mig vita fyrirspurninni fyrir í dag. Við höfum verið í samskiptum við ráðherra heilbrigðismála, já, eins og forseti kom inn á hann, 3 vegna þessara hjúkrunarheimilismála. Kannski vísa fyrst til samskipta við Óttar Proppé, en hann kom nú í formlega heimsókn hingað til Fjarðabyggðar í apríl 2017 og þá var farið yfir bókun með honum sem bæjar á Fjarðabyggðar hafði þá unnið í 10. apríl 2017 og þar var kannski verið að fjalla fyrst og fremst að það væri mikil þörf fyrir hjúkrunar- og hvíldarrými fyrir aldraða í sveitarfélaginu og með áherslu það að hjúkrunardeildin í Neskaupstað hún uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar til hjúkrunarheimila var að aðbúna heimilisfólks og starfsmanna eða þau lámars viðmið sem velferðarráðuneyti gefur út aðbúna fyrir slík heimili. Þá var einnig bent á að það væri hægt að stórefla endurhæfingu á Fjórðungssjúkrahúsinu vegna þess að það er raun og veru fordæmi fyrir þar slíka starfsemi sem að geti hjálpað mjög vel til og líka að það var hægt að aðstofa enn frekar við svokallan fráflæðisvanda annarra sjúkrahússtofnana. Við fáum myndir af því að sjúkrahús sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu eru víða full og það væri hugsanlegt að nýta þá Fjórðungssjúkrahúsi hérna betur varðandi það. Ástæðan fyrir því að við fórum síðan til ráðherra Svandísar Svavarsdóttur núna í janúar, það var umræða sem var í bæjarráðinu það þegar var verið að taka raun og veru ásreikninga eða skuldbindinga sveitarfélaginu varðaði Hulduhlíð og Uppsali inn í ásreikning sveitarfélagsins Fjarðabyggðar og við fórum semst á fund Svandísar, vöktum athygli aftur á þessari bókum bæjarráðs sem að hefur raun og veru ég hef ekki séð að hafi breyst neitt frá því Óttar Proppé fékk hann í hendur. En þá vorum við að benda Svandísi eða ráðherranum á að það væri kannski ekki alveg sanngjarnt með hvaða hætti það væri raun og veru verið að láta hvernig hjúkrunarheimilin eru rekin. Annars vegar eru sveitarfélagin sem Fjarðabyggðar að reka þetta í sinni ábyrgð meðan sveitarfélag hér við hliðina er með sín hjúkrunarrými í gegnum Heilbrigðisstofnun Austurlands sem er á fjárlögum og það var athygli ráðherrans sem var vakin á þessum fundi sem ég átti með henni þarna 27. febrúar. Nú síðan var farið yfir þetta með hjúkrunardeildinni í Neskaupstað enn og aftur endurhæfinguna og fráflæðisvandann
En það sem þetta hefur þó skilað ásamt því að það er búið að vera stöðubréfaskrift er það að það er búið að breyta í held 2 dagvistarrýmum í hjúkrunarrými á Fáskrúðsfirði. En annað er raun og veru óbreytt og það sem að forseti kom inn á hérna áðan, verkefni er raun og veru að tryggja það að það verði með þessum rýmum sem á eftir að útluta sem er í þessum potti, að þau nýtist þá til þess að koma í stað fyrir þessa aðstöðu sem er á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað og hjúkrunarheimilið eða hjúkrunardeildinni þar. En eins og ég held ég hafi búin að orða við bæjarstjórnin áður að ráðuneytið horfið á þetta svæði hérna sem eitt svæði og þannig ef það eru laus hjúkrunarrými til dæmis á Egilsstöðum að þá sé jafnvel ekki þörf fyrir fleiri hjúkrunarheimili hér í Fjarðabyggð. Og við mótmæltum þessu, við sögðum að það væri ekki verið að horfa til dæmis á hvað væri margir hjúkrunarrými á Hvolsvelli þegar væri verið að velta fyrir sig hjúkrunarheimilisfjöldanum í Reykjavík. Það er svona sami eða svipaði kílómetrafjölda milli svo við getum notað einhvern annan samanburð. En og ráðherrann tók þessum röksemdum ekkert illa. Hún sagði einmitt að það þyrfti einmitt að skoða þætti eins og þessa að fólk gæti verið á hjúkrunarheimilum þar sem að það er að minnsta kosti mjög nálægt þeim stað þar sem það eru búið á. En þannig ég vona að þetta segir nú svona einhvernum orðum hvernig þessi samskipti hafa verið. Við höfum bara reynt að halda þeim uppi við eins og fórstu kom inn á það, við reyndum að hafa samband við ráðherrann aftur fyrir viku síðan. En það var nú bara í burtu vegna veikinda og við náðum ekki fundi þá. En það þarf að fylgja þessu áfram eftir. En ég er tilbúin að svara ef það eru fleiri spurningar. Takk fyrir Páll. Er fleiri hljómsveitir undir fundagerð Bæjarráðs? Dýrun? Svo óvanlega að segja ein fundagerð, svo margar. Fundargerð gerir svo Dýrun. Bæjarfulltrúar, forseti, bæjarstjóri. Mér langaði bara að fara yfir á 1.18 og fagna eins og fleiri framkvæmdir við Skólavik 98 til 112 séu má segja hafnar. Þetta er náttúrulega búið að vera í kyrrstöðu í 10 ár eða meira, þannig að þetta er virkilega gleðilegt að sjá þetta. Og ekki síst það sem er nú íbúaskortur, ekki bara á Fáskrúðsfirði, heldur er náttúrulega víða í Fjarðabyggð en ekki síst þarna. Þannig að nú sjáum við allavega fram á að þetta steypubákn verði af einhverri mynd. Þakka fyrir Dýrun, vilja fleiri hljómsveitir Bæjarráðs? Svo verðist ekki verið, ég ber hann til samþykkt eða spansaðingismerki, hún er sagðið með 9 atkvæðum. Þá erum komin lið 2, eignaskipulags- og umhverfisnefnd 202. Leiði ekki vorði laust óskættur á að taka til máls og mun þar fá að vekja athygli bæjarfulltrúa á nokkrum liðum hjá nefndinni, en leiði líka óskættið bæjarfulltrúa á 2 liðum verði vísað úr þessari fundagerð til frekari afgreiðslu eða breytinga. En ég ætla að byrja bara samt á því að fara hér yfir þá liði sem ég langar til að vekja athygli á. Það er fyrsti liður umhverfislista Stöðvarfirði. Það var að kynna fyrir okkur í nefndinni, þetta er ekki leyfiskylt en það er semst uppi hugmyndir hjá sköpunarmiðstöðunum gerð umhverfislistaverks í landi landa á Stöðvarfirði, semst á löndum 1 minni mig, í landi þeirra eða í landi þessara bæja, 3 landa bæja og þetta er þetta niður fyrir neðan klifið á löndum 1 og bara að sjá svona og ef fengur lýsingu á þessu verki. Menningarnefndin hefur líka fengið á þessu kynningu og þetta er bara ánægilegt að sjá og við náttúrulega eðlilega gerum ekki athugasemdir við þetta. Síðan aðeins liður 3 sem er stefnaði málefnum plastnotkun. Þarna vorum við að skoða vinnuskjal umhverfisstjóra og verkefnastjóra umhverfismála sem var unnið upp úr, má segja hefur náttúrulega eins og þið þekkið allt frá því hóma ræðið hér flokkunarmál og fleira, þá þetta verið eitt af þessum verkefnum sem nefndar og náttúrulega stundum þetta við þurfum að ferilmargt að þessu en við teljum það, nefndin er öllum það einhuga að þetta er svona stóru málin inn í framtíðina er plastnotkun og mengun af plasti, hvað sem er örplast í vatni eða plast náttúrunni, plast í fjörum, allt er þetta samhangandi náttúrulega og gerir það verkum að
örplastið er að því miður að verða meira og meira mælanlegt í höfum. Flíspeysur, svo ég vitni ég hitti ágæta útivistarmannsku í daginn sem hætt að ganga í flíspeysu og mun ekki kaupa þá flík oftar. Því hver skipti sem hún þvegin þá leysir hún upp örplast sem berst til sjávar með vatni og þvottavélum. Þannig að þetta það heilmikið þessu hyggja og við vorum þarna í umræðu sem verður áfram og hjá næstu nefnd gerir ég ráð fyrir líka. En þarna vorum við að kannski útfæra þær hugmyndir sem við höfum uppi sem sagt annars er líka til að styðja við og við rættum hérna daginn hvað var það þins plokkmenninguna sem er bara sameiginlegt samfélagsátak og við þekkjum þannig vel göngufélag Suðurfjarðar hefur gengið hér fjörur held ég vikulega yfir vetrartíman hér á Suðurfjörðum og hreinsað. Það var verið að plokka núna eða hreinsa fjörur út á Norðfirði í svona átaki sem sprotti bara úr krafti einstaklinga. Þannig að þetta er mjög ákvæmt. Við semst leggjum það áherslu að við og vorum búin að fara yfir það áður í fyrir tillögum okkar að það væri mjög mikilvægt að fólk hefði aðgang að stöfum og af pókum og umhverfisstjóri valdi að kaupa strigapóka fjölnota til þess að geta þessir útdelt í áhaldahúsunum eða þjónustumiðstöðunum að fólk geti vitið þess þar. Síðan tilkynnaði bara áhaldahúsunum hvar það ætlar að skilja eða hvar það skilur pókan eftir og það er sóttur þá strax og þannig að fólk þurfi ekki að nota sín klippikort til þess að fara með þetta á flokkunarstöðar og jafnframt fyrir þá sem að taka sér talningi þá sem að taka sér að hreinsa jafnvel strandleikjur í eyðibýðunum okkar. Þannig að það er margt að mörgu að hyggja og verður áfram. Það til dæmis kom fram í það kom ágætis hugmynd þegar ég var hérna með þeim sem vorum að hreinsa fjörurnar hérna á 1. maí morguninn. Til dæmis að garðaúrgangur nú náttúrulega setjum við upp gáma fyrir garðaúrgang. Það er gríðarlega mikið magn af grasi sem þar kemur úr görðum á sumrin, meira og minna flutt í plastpókum, sumir hella úr þeim og fara með það aftur, en allt og margir henda þeim í tunnuna sem þar við hliðina. Að til dæmis og ég held að það sé, og nefndin, ég þarf að taka það fyrir sín næstu fundi, ég held að veri þessi ágætis hugmynd sem kom frá þessu fólki var það að fólk geti farið í áhaldahúsin, sótt strigapóka líkt og við vorum með við ætlum að nota í þessu hreinsunátaki og gæti hvert heimili haft 2-3 póka til þess að fara með garðaúrganginn á sumrin og endurnýta og hvað sem er skilið eftir í tunnum við hliðina en vera ekki, ég veit ekki hversu það er gríðalt magn af plastpókum sem fellur til bara í þessari einföldu aðgerð að flytja gras og garðaúrgang en fólk geti vitið að slíkra strigapóka í áhaldahúsunum hvort sem við færum að heima aftur nýtt á allt sumarið og skila hann svo hausti eða bara haft á áfram eða lagt á hann frá við hvernig úrvinnslu. Þetta er til dæmis allt þetta lítil skref en þetta allt saman skref í rétta átt. Þannig ég held að við þurfum að taka þeim kanna þetta inn í nefndinni núna næsta fundi að koma þessu held ég til komið þessi gagni, þetta var reglulega góð hugmynd. Síðan aðeins kortlagningu vegarslóða því að það var nú hér til umræðu síðasta bæjarstjórnarfundi, þetta er semst komið og bæjarfulltrúi þá Sævar Guðjónsson gerði það umtalsefni hvort að þetta væri vegna þess að þetta er í lögum um náttúruvernd þá ber sveitarfélögum að gera vegaskrá og hann var vekja athygli á því það væri mjög mikilvægt að allir slóðar sem nú eru fyrir sem notaðir eru til aksturs þá ekki nýlagningsslóða væru inn á slíkum lista því að þetta er notað af bæði þeim sem eru þá að fara til einhvers útivista þá lengra til eða náttúrulega veiðimönnum, hreindýra veiðimönnum og öðru slíku séu slóðar ekki vegaskrá þá er það utan vegarakstur og sem er náttúrulega bannaður. Þannig að við fólum sviðsstjóra, framkvæmdasviðs og umhverfisstjóra að vinna vegaskrá, fara vel yfir jafnvel lýsa eftir líka því á heimasíðu að fá upplýsingar ef einhver verið ábendingar á og það mætti að skoða hvort það verið ekki slóðar sem en við erum ekki að tala um slóðar sem hafa verið myndaðir einhver óleyfi eða við erum ekki að tala um nýlagningu slóða þá sem fyrir ástæða bara til þess að vekja athygli á náttúrulega þessu verkefni endurheimtur á votlendi þegar nú sjást tekið eftir því Páll bæjarstjóri var á Bessastöðum á mánudaginn það sem þessu var hrint á stað í samstarfi við Votlendsbankann síðan var hér í gær því miður komst ég ekki en
var hér í gær sem hringt af stokkunum á verkefni við landgræðslunni út á Hólmum og hafinn semst að moka í skurðun leið jafnframt á að rannsaka þetta frekar og þetta er ekki verið eitt og sér bara mókun í skurði heldur líka að meta það áhrif sem það hefur til góðs og þá leið og áhrif á dýralíf, hugsanlega skógrækt til framtíðar og svo framvegis. Þannig að þetta við erum komin í þetta verkefni, þetta var kynnt hér ágætlega síðasta fundi en full ástæða til þess að fagna því að taka þátt í því og vonandi mun það skila inn í framtíðina og skila því sem ætlast til með þessu átaki sem hún er endurheimt votlendis sem er einu góða og vonandi skilar hún í samræmi með þær umræður sem það verið. Eflaust, eins og með þekkja þá voru það deildar meiningar í vísindasamfélaginu en ef ekki segja að nú fáist eitthvað svör með því. Síðan bara hér að var lagt fram til kynninga minnisblað umhverfisstjóra þessa 3 styrki sem komu framkvæmdasjóði ferðamannastaða, framkvæmdur að hafna við Söxu. Það er semst verið að vinna þar af Áningastað og það var unnið í þessum verkefnum öllum í sumar Söxu, Hólmanesinu og fólkvangir í Neskustad. Aðeins opinn fundur fiskeldistefnu bara til kynninga, bara til svara. Þessi fundur þegar hún var frestað þannig að hann fór ekki fram. Bæjarráð ætlaði sér að sækja neða fulltrúa bæjarráði þetta stóra mál en hún var frestað þannig að hann bíður betri tíma. Þá er ég komin lið 13 sem er samsetningarsvæði sjókvía. Þarna var tekið fyrir bréf frá fiskeldi Austara sem er óskutur að fá til afnota í 2 mánuði svæði vestanvert við höfnina og Fáskrúðsfjörð til að setja saman kvíar og svo geymslu á tilhendi búnaði sama tíma, sem sagt 2 mánuði. Við samþykktum þarna að svæðið er nýtt til samsetningar en það er gerður leigusamningur og með sama hætti og verið hefur gert til Laxa hér út á Mjóararhöfninni. Þannig að það væri tryggt umgengni og annað slíkt því að þetta eru líka viðkvæm svæði en hvað varðaði geymsluna hafnarsvæðis var það ákvörðun sem taka fyrir hafnarstjórn. Nú er það þannig að ég er búin að fá það staðfest að Fiskeldi Austfjarða er komið með annarsvæði í Berufirði sem mun fara með samsetninguna á kvíunum í og sem bara góða þar að leggi til að við vísum þessum lið bara tilbaka inn í eignarskipur Söngursinn þannig að þar verður þessi ákvörðun felld úr gildi, þar lendir ekki einhver þörf á henni og jafnframt að hafnarstjórn þarf þá ekki að taka afstöðu til hennar. Ég hef heyrt það að fólk hafði áhyggjur af umgengni hennum, þetta er svæði sem er að græða upp og það var eitt af því sem nefndin velti mjög fyrir sér upp á það. Þannig að það þarf ekki á þess að nýta, ekki á þess að halda núna og ekki eru frekar óskýr þannig að menn geta tekið afstöðu til þess ef einhverju slíkar óskýr koma aftur síðar. En ég legg til að þess verið vísa inn og mun bera það hér upp á eftir áður en að fundargerðin er afgreidd. Það er jafnframt liður 15, hlíðagat 8 umsóknar rekstrarleyfi. Þetta var sótt rekstrarleyfi vegna sölu gistingar í flokki 2, eins minna gistiheimili. Eins og þið þekki þá sala gistingar í flokki 2 er háð því að fara í grenndarkynningu. Í flokki 1 það er þessi svokallaða 90 daga regla þar sem allir hafa aðgang að þótt ekki að fá til þess umsagnir. Þarna sækir sýslumaður umsókn þetta rekstrarleyfi sem hann fær. Við grenndarkynntum og hafa gerð athugasemd vegna þessari fyrirhugðarstarfsemi. Sú athugasemd var rökstudd með rökum sem nefndin í heild sinni eftir að hafa farið vel yfir þetta saman að taldi að það gerði það verkum að það væri annmarkar á því að veita þessa jákvæðu umsögn og beindi þó til leið umsækjenda að skoða með 90 daga reglu lengur síður til þess að fá svona kannski mat á þeim áhrifum sem það hefði. Þetta er reglu sem er núna fyrst að fara að reyna á hjá okkur. Þessi reglur koma í kjölfar lagasetninga mikillar umræðu bæði innan þessa sveitafélags og annarra sveitafélag og á þessu í tíð þessar regla þegar vinna við það stendur yfir við eignarskipur Söngursinn þá var það vel yfir það farið hér á fleiri en einum bæjarstaffundi og bæjarfulltrúum það sammála að það yrði að horfa til þess að það ástand sem það var komið upp í víða í sveitafélögum eins og Vík í Mýrdal, Djúpavogi, Fljótsdalshéraði og miklu víðar þar sem gisting var orðin mjög fyrirferðar mikil íbúðahverfum, fann að valda bæði náttúrulega ákveðnum svona
ég segi að kurr í þeim hverfum meðal íbúa farin að hafa áhrif á fasteignamarkaði, hugsanlega stækkunarmörk og Djúpavogsmenn lágu ekkert á því að þeir hafði mikla áhyggjur að uppkaupa húsnæði þar, væri farin að standa því fyrir þrifum að þar geti fjölgað fólki sem bara fengi ekki húsnæði. Þannig að allt þetta var nú tekið hér og það er vel reynd að fara þessa leið, en leið taka tillit til þeirra sem fyrir væru konur með slíka starfsemi eða hefðu verið búin að sækja slík leyfi. Þannig að þetta nú er farið að reyna á þetta regluverk og það er þetta eðlilegt að það sé skoða vel. Það hefur verið vakin athygli mín á því eftir þetta, þá hefur umsækjandi vakið athygli á því að sé skoðað samskipti í málinu, fyrri samskipti áður en þessu kom til, og ég tel að eðlilegt að bregðast því að það sé og tel að bæjarráð sem svona stjórnsýslunefnd sveitarfélagsins taki það til skoðunar fyrir samskipti við sveitafélagið milli umsækjanda og sveitafélagsins áður en hann hefur þessar, því að þetta er búið að eiga sér tölvana aðdraganda eðlilega, hann hefur þetta að leggja fjárfestingar og breytingu á húsnæðinu, þá er eðlilegt að vera við því. Þannig ég legg til að bæjarráði þessu máli verið vísað til bæjarráðs til skoðunar, þar með fari bara yfir ferilinn og sjáu hvort og hvernig því, hvað það er. Ég hef ekki haft ráðum til þess að skoða þá, til eðlilegt að bæjarráð geri það í sameiningu. Þannig að ég mun leggja það til hér eftir. Síðan bara aðeins að vekja athygli á tveimur liðum hér í lokin, ekki að lengja þetta mjög. Það er forsendubrestur í uppbyggingu hesthúshverfis. Eins og þið þekkið þá hér viðauki eftir og hér var ákvörðun tekin fyrir síðast það að við ætlum að kaupa hesthúsið á Símonartúni vegna þess forsendubrestin þá var kynntur, en þarna kom málið til umfjöllun eignarskipulags- og umhverfisnefndar og til ítrekkunar því hún samþykki þarna fleiri lóðum verði ekki úthlutað samkvæmt deiliskipulagi um Símonartún og að reiturinn og nýju verið felldur út úr aðalskipulagi Fjarðabyggðar við næstu endurskoðun þess. Gerir ráð fyrir að á næsta kjörtímabili sem er að renna upp verði farið sem endurskoðun. Það er mjög brýnt leið og menn taka ákvörðun sem þessa og kaupa þessa fasteign á þeim forsendum sem þar er undir, að þá þetta liggur þegar uppi að þetta deiliskipulag getur ekki haldið og það verður þá að fella þá gildi og það sé tryggt að ekki verið veittar fleiri lóðum til þess að lenda hann ekki í sömu stöð aftur. Síðan bara er ástæða til að fagna því að það kom byggingarleyfisumsókn á þennan fund frá Heilbrigðisstofnun Austurlands þar og nú stendur að fara í að stækka heilsugæslustöðina Búðareyri 8 um 276 fermetra, svo maður sínum nákvæmur. Það er bara full ástæða að fagna því að þetta sé komið núna á stað. Þetta er verkefni sem lengi hefur unnið að hér innan bæjarráðs og bæjarstjórnar, borðið bæjarstjóra og meiri sem fengnir og volum þegar í þessu það að bæjarstjórar bæði Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs komum þetta því þegar vorum í þessu, því að þetta er mikilvægt mál ekki bara fyrir Fjarðabyggð heldur Austurland allt, að hér verði aðstæða fyrir miðlæga þjónustu þannig að læknar geti að styrki starfsemi og innarstarf lækna og leið þá heilsugæslan annars staðar, þannig að ég geti haldið svo út í þær heilsugæslustöðvarnar í þjónustu. Áfram er gert ráð fyrir það verði það sama upp á teiningnum en þetta sé svona miðjan. Þannig að það er ástæðan að fagna því. Fleiri nú ekki, þannig að orðin laust fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Engin kveðsljós, þá ætla ég að bera upp fyrst, áður en ég bera upp fundargerðina, ég að bera það upp að lið 13 samsetningssvæði sjókvía verði vísað tilbaka í eignarskipulags- og umhverfisnefndar vegna breyttrar forsendna þar á bakvið þess að það staðgæfiskeiðmerki, sætt með 9 atkvæðum. Þá legg ég til lið 15 umsókn rekstrarleyfi vegna Hlíðargötu 8 og Fáskrúðsfirði verði vísað til bæjarráðs til skoðunar á þeim samskiptum sem það átt sér stað, eða ferli samskipt og fleira, þess að það staðgæfiskeiðmerki. Það er staðið með 9 atkvæðum og þá byrja fundargerðina að öðru leyti undanskildum af tveimur liðum, þess að hann staðgæfiskeiðmerki. Hún er staðið með 9 atkvæðum. Þá erum konið í fundargerð barnaverndarnefndar nr. 83, vill einhver þessi hljóð sem hana. Svo virðist ekki verið, ég ber eftir staðnefndar þess að hann staðgæfiskeiðmerki. Hún er staðið með 9 atkvæðum. Þá er það hér fundargerð stjórnar undirbúning sameiningu sveitafélaga, fundargerð 2, vill einhver kveða sér hljóð sem hana. Svo virðist ekki vera, ég ber hann eftir staðnefndar þess að hún er staðið með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Það er fyrst almennt mál sem er vísað frá kemur frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd, þessum fundi 202. Það sem nefndin samþykkti stofnun lóðar
Í framhaldi af samþykkt bæjarstjórnar landaskipti þá það Búlandsbórstofnunir að lóðar. Það eins og bæjarfulltrúar séð undir sínum gögnum. Það var lögð fram yfirlýsingu landaskipti og stofnunar lóðar ásamt lóðarblaði. Nefndin hefur samþykkt fyrir sitt leyti stofnun lóðar Ormsstaðir 3 og landi Búlandsborga. Þó með fyrirvarandi staðfestingu landbúnaðarráðuneytisins og lögkveðaráðum þar sem ráðuneyti staðfesti stofnun lóðarinnar í samræmi við ákvæði jarðalaga. Stofnun lóðarinnar er gerð vegna fyrirvara makaskipta þeirra eiganda Búlandsborga og eiganda Ormsstaða og lóðum úr jörðunum. Lengt þessi hljóðsögðu þetta. Svo ekki í berðu til þess að samþykki merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér samhljóða mál. Það 7. liður, Ormsstaðir stofnunir að lóðar. Hér sama upp á teningnum, kemur frá fundi 202 eignarskipulags- og umhverfisnefnd byggt á fyrri samþykkt bæjarstjórnar. Við yfirlýsingu landaskipta og stofnun lóðarblaði eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti stofnun lóðar Ormsstaðir 2 og landi Ormsstaðar samkvæmt 48. grein skipulagslaga með fyrirvara staðfestingu ráðuneytisins eins og gefur líka samanber ákvæði jarðalaga og þá leggur nefndin til að bæjarstjórn mæli með ráðuneyti staðfesti stofnun lóðarinnar í samræmi með ákvæði jarðalaga og gerð með fyrirhugað makaskipti sem hefur samþykkt hér áður. Vil einhver kveðs ljósa þetta? Svo virðist ekki verið berið samþykkt. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komin liðin fjárhagsáætlun 2018 viðauki 2 og nú mun Páll Björgvin fylgja þeim viðaukum hlaði. Forseti, þetta málin orðið vel þekkt. En þarna verið að leið út í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 28 milljónir króna kaup á þessu hesthúsi eða hesthús á frístundahúsnæði. Nú, það búið að samþykkja fyrirliggjandi kaupsamning eignum på 28 milljónir. Það verður greitt núna út undirritun samningsins 8 milljónir og 20 milljónir á árinu 2019. Og þannig að handbært fé mun lækka núna þá 8 milljónir samræmi við ofangreint og skammtíma skuldir aðeins hækka 20 milljónir þar sem við borgum þetta ekki fyrir næsta ári. Vísaði til nánari sundurliðun áhrif viðaukans í fylgiskjali með viðaukanum. Takk fyrir Páll. Vill einhver hvað þessi hljóðsum viðauka 2. Svo verðist ekki vera þá byrjun til samþykktar þess mann sagði ekki við skeiða merki. Það sagði við 9 atkvæðum. Þá komin í lið 8 sem stjórnkerfisnefnd 2018. Þetta eins og þið munið þá var bæjarráð falið að bæjarstjórn á síðasta fundi að taka við hlutverki sínu sem stjórnkerfisnefnd og yfirfara eða skoða svona þær breytingar sem gerða hafa verið á skipulagi þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar og fara yfir þær og hvernig þær hefðu komið til framkvæmda og svona eins og eðlilegt að fylgja því eftir og hvort það á því var annmarkar og hvernig það myndu best þjóna hlutverki sínu. Bæjarráð tók við því á fundi sínum á mánudegi og fór yfir þetta gaumgæfilega og áttum það umræðu og hér búin að leggja fram tillögu sem nú í fundargerðarkerfi ykkar og eðlilegt eins og þegar að tillögur sem þessa sem snerta störf hjá sveitarfélaginu þá hefur hún verið merkt trúnaðarmál til hún borin hér upp í dag en hún svo hljóðandi. Tillaga bæjarráðs sem stjórnkerfisnefndar til bæjarstjórnar. Lögð fram tillaga bæjarráðs í greinargerð endurskoða skipulag þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar Fjarðabyggðar. Bæjarráð hefur í umboði bæjarstjórnar sem stjórnkerfisnefnd unnið að skoðun stjórnsýslunnar og leggur fram tillögu að breyttu skipulag þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar ásamt tillögum að skilgreiningu starfa breytingurinn tengjast. Bæjarráð leggur til að stjórnskipulagi þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar verði breytt þannig að starf forstöðumannsmiðstöðvarnar verði fellt út. Helstu breytingar eftirfarandi. 1. Starf forstöðumanns þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar er fellt út úr skipulagi starfseminnar og yfirtekur sviðsstjóri starfsvið forstöðumannsins. 2. Rekstur og stjórnun daglega starfsemi þjónustu og framkvæmdamiðstöðva verða á ábyrgð sviðsstjóra framkvæmda og umhverfissviðs. Stjórnendur sem heyrðu áður undir forstöðumann heyra eftir breytingu beint undir sviðsstjóra framkvæmda og umhverfissviðs. Að öðru leyti verður skipulag stjórnun og starfsmannamanna óbreytt í miðstöðinni. 3. Umhverfisstjóri Fjarðabyggðar verður staðgengill sviðsstjóra framkvæmda og umhverfissviðs eftir breytingar. 4. Yfirumsjón starfsmannamála í þjónustu og framkvæmdamiðstöð verður á ábyrgð sviðsstjóra framkvæmdasviðs. 5. Að fenginni reynslu af sameiningu sveitarfélaganna, Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps verður lagt mat á hvort breyta þurfi frekar skipulagi stjórnendamiðstöðunar og tekið á tillit til þess núna í sumar.
Með breytingum á skipuríti verður sviðsstjóri framkvæmda umhverfisins með beina og milliliðalausa ábyrgð og rekstri tæknilega innviða sveitarfélags og hafnarinnar og leitt samþættingu starfseminnar. Lagt er til að bæjarstjórn samþykki tillögu stjórnkerfisnefndar þess að koma fram í þeirri greinargerð sem meðfylgjandi málinu og það breytingar sem lagðar til á störfum fylgja breytingunni. Breytingarnar taka gildi við staðfestingu bæjarstjórnar hér í dag. Og undir þetta rita bæjarráðsmenn Jens Garðar, Jón Björn og Eydís ásamt bæjarstjóra. Þannig að orðið er laust þessa tillögu. Ég vil lengra þessi ljós. Svo ekki þá byrja tillögum til samþykktar þess manna saðingjöfum skeiða merki. Hún sagði með 9 atkvæðum. Þá getur bæjarfulltrúar dagskrá bæjarstjórnarfunda tæmd í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og málefnaðar umræður. Næsti fundur bæjarstjórnar er 17. maí. Þannig að til hans verður boðað með dagskrá og ég segi fundi slitið.